under the water. Geturðu sagt mér hvað varst að gera í kvöld? Ég var að syngja í Eurovillage á útisviðinu í nordíska partíinu og það var ég og Svíþjóð, Finnland, Eistland, Noregur og Danmörk og við vorum öll að syngja Tvö lög og mann og fyrir bara framann úkraínskt fólk og var ógeðslega gaman, útisvið, yndislegt veður og meira áttar. Eftir að þú sýndir búninginn sem þú verður í, þá fóru nú allt á flug. Hvernig tæklaðir það allt saman? Mér fannst það bara rosa gaman, ég meina vídeóið, ég veit ekki hvað það komið mikið núna, ég held þessi 40-50 plays eða eitthvað sem náttúrulega rosalegt og gaman að sjá líka það eru alls konar skoðanir og það bara gaman, þú veist, ég náttúrulega klæði mig bara fyrir sjálfa mig þannig að ég ekkert að taka nærri mér hvort sem það sé, þú veist, neikvætt eða jákvætt, þetta er allt gaman. Það er gaman að heyra alls konar skoðanir, þannig að ég tek því bara fagnandi. Nú ertu búin að taka 2 æfingar, finnurðu mikið mun? Já, fyrsta æfingin var í raun og veru soundcheck og tækniæfing. Það er svona það sem fólk líka kannski vissi ekki alveg af að þá eru allir svona bara að renna í hluti og maður að stíga á sviði í fyrsta skipti og svo fáum við að fara niður í svona herbergi og fara yfir upptökurnar og breyta öllu hljóði, myndvinnslu, öllum. Og fyrsta æfingin var rosa góð fyrir það, að fara í vel tækniatriði og hljóðatriði og svo æfing 2 var svona algjör generalprufa þar sem maður í fullum búning og allt er til staðar og svo fengum við að fara aftur yfir það vídeo og breyta ennþá meira sem er æðislegt af því þá getur maður þróað atriðið svolítið með pródúsentunum úti sem að senda þetta út. Það gekk bara rosalega vel og við vorum bara mjög ánægð og gerðum aðeins smá breytingar sem að kemur svo bara í ljós á 9. maí. Og ég er bara ógeðslega spennt. Ég er mega spennt sko.